Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, segir að það hafi komið sér á óvart að Seðlabankinn og ríkisvaldið hafi kosið þá leið að taka yfir stóran hlut Glitnis. Helgi hitti Hreiðar í dag og ræddi við hann stöðu Kaupþings, stærsta banka Íslands, í kjölfar atburða dagsins í dag. Já, þetta eru mikil tíðindi. Ég held að það sé of sterkt að tala þjóðnýtingu, þó að ríkið sé orðinn stærsti hluthafi og kom okkur tiltölulega óvart að ríkið veldi þessa leið. Hvað meinar komið ykkur óvart? Já, við höfum séð að aðrir seðlabankar hafa verið að veita aukna fyrirgreiðslu til bankakerfisins og þá í formi tryggðra lána til viðkomandi banka, svo við kannski byggumst við að stjórnvöldum velja þá leið frekar en það að gera stærsti hluthafinn í bankanum. Hvaða áhrif hefur þetta fyrir ykkur? Ég held að þetta hefur ekki mikil áhrif á okkur. Við munum halda áfram að reka Kaupþing með samhætti á morgun eins og við gerðum fyrir helgi og á komandi mánuðum. Menn hafa töluvert rætt það í dag að það sé ákveðin hætta á því að svo greiðslustöðun sem að Stoðir óskuðu eftir í dag og fengu að hún eigi eftir að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir fjölmörg fyrirtæki. Er þá ekki hætt við að þetta snert eitthvað bingjunni hjá ykkur kaupþingsmönnum? Jú, það er sjálfsögðu hætt á því og þessi stærstu hluthafar í Glitnir og stóru viðskiptavinir í okkar banka. En eiginfjárstaðan okkar er mjög sterk. Við erum með eiginfjár nálgast 500 milljarða króna og þrátt fyrir að einhverju af þessum viðskiptavinum lendi í erfiðleikum þá mun það ekki hafa nein teljandi áhrif á okkar stöðu. Stærstu hluthafarnir í til dæmis Stoðum, Baugur og fyrirtæki tengt í, kæmi það ekki illa fyrir ykkur ef við segjum að allt færi á versta vegi hjá þeim fyrirtæki? Já, ég vil helst ekki vera að ræða mikið mál einstakra viðskiptavina við alþjóð, en í útlánum okkar til okkar viðskiptavina þá tökum við tryggingar fyrir þeim útlánum. Svo ef við komum til viðskiptavinur lendir í erfiðleikum þá er einfaldlega gengið að þeim tryggingum. En það er hins vegar ljóst að við höfum séð á fyrstu 9 mánuðum þessa árs og sáum á fyrst í 6 mánuðu uppgjörum bankana að afskriftir fyrir útlána hefur aukist meðal annars vegna ástand á mörkum og við sögum það líka við uppgjör okkar að það er viðbúið að haldi áfram á þessu ári. Þið talið að eiginfjárstaðan ykkar sé nokkuð sterk. Glitnir sagði þetta nú reyndar líka fyrir stuttu síðan og það er nú ekki nema vika síðan að forsvarsmaður Glitnisbanka var í viðtali í sjónvarpinu og sagði að menn þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur af því að íslenskur banki kæmist í þá stöðu sem að Glitnir er komin í nú. Er ykkur ástæða til þess að trúa ykkur frekar en þig? Já, það er stór ástæða til þess og það er einfaldlega tölurnar tala sínu máli. Ef þú skoðar til að mynda uppgjör Kaupþings á fyrstu 6 mánuðum og það er yfirlýsingar sem við höfum komið með, að þá frá áramótum höfum við sótt 750 milljarða króna, rúmlega 5 milljarða evra af nýjum innlánum frá viðskiptavinum í Evrópu. Á meðan Glitnir hefur ekki sótt, en svo gott sem engin ný innlán á fyrstu 9 mánuðum þess árs. Þetta er megin munurinn á okkar starfsemi í dag og í dag eru skuldabréfamarkaðir lokaðir fyrir banka almennt. Það er ekki bara fyrir íslenska banka eins og var kannski upp á ársins. Í dag eru skuldabréfamarkaðir almennt lokaðir. Og þá skiptir miklu máli að hafa sterka innlánastarfsemi. Svo við erum að njóta góðs af því að við vorum fljótir að bregðast við kreppunni sem byrjaði fyrir 14 mánuði síðan. Hafið þið sett ykkur í samband við þá nýja kjölfestu eigendur í Glitni varðandi það að hugsanlega kaupa þeim einhverjar eignir? Nei, það var engar umræður farið af stað varðandi það, en hins vegar er ljóst að við erum með starfsemi á sömu mörkuðum við og Glitnir. Svo ég held að það sé sjálfsagt fyrir aðeins að skoða það til framtíðar.